Já, góðan daginn. Bjóð ykkur öll velkomin á þennan fyrirlestur sem verður á sviði erfðaréttar og ég ætla að kynna mig stuttlega. Ég heiti Anna Linda Bjarnadóttir og héraðsdómslögmaður. Ég útskrifaðist frá Lagadeild Háskóla Íslands 1997. Fór síðan að vinna á endurskoðunarskrifstofu í 3 ár og síðan fór ég í 1 ár í framhaldsnám til Bandaríkjanna í skattarétt reyndar og svo hef ég rekið lögmannsstofu núna í 17 ár. Og í þessari yfirferð þá förum við yfir lögerfðir og helstu meginreglur erfðaréttar samkvæmt lögum erfðarétt. Síðan ætla ég að fara stuttlega yfir erfðafjárskattinn og nokkur svona atriði varðandi félagsleg réttindi þeirra sem hafa mist maka samkvæmt lögum almannatryggingar, lífeyrissjóði og skattalaga. Og þetta eru lögerfingjar, það eru börnin okkar og kjörbörn. Fósturbörn eru ekki sjálfkrafa erfingjar. Ef að þau eiga að taka arf eftir sína fósturforeldra, þá verður að geta þess í erfðaskrá. Svo eru það foreldrar manns og systkini, föðurforeldrar og móðurforeldrar og börn þeirra og maki arflefanda. Við sama á við fólk í staðfestri samvist. Þetta er fyrsta erfð sem kölluð og þegar börn á lífi þá erfir maki 1/3 allra eigna og börnin 2/3. Fóstur eiga líka erfðarétt. Og ef maki ekki til staðar þá taka börn og aðrir niðjar allan arf. Sem sagt ef að eitthvað af börnunum dáið þá taka börn þeirra arfinn staðinn. En þetta samt þannig að þegar annað hjóna fellur frá þá búinu fyrst skipt upp til helminga samkvæmt helmingaskiptareglu hjúskaparréttarins og þannig að eftirlifandi maki hann þá með bara sinn búshelming og svo það 50% eignanna sem koma til skipta. Þannig að í rauninni þá fær eftirlifandi maki 2/3 af öllu og börnin 1/3. Þannig að þeir sem vilja, börnin sem kannski taki meira af sínum eignum, það stundum misjöfn eignastað á milli hjóna, að þeir eiga þess kost að gera kaupmála. Og þá þeim eignum sem gerðar að séreignir með kaupmála ekki skipt jafnt fyrst við andlátið. Ég hefði nú viljað kannski hafa tústöflu til að teikna þetta upp, það kannski ekki allir sem skilja þetta, en ég vildi samt minnast á þetta þannig að þið hefðu heyrt þetta. Ef að arflegandi á engan niðri á lífi þá tekur maki allan arf og ef það engin maki þá fellur arfur til foreldra. En það þannig að skylduerfingjar eru maki og börn. Ef þeim ekki til að dreifa þá getur maður alltaf ráðstafað eignum sínum með erfðaskrá og það eru margir sem gera það. Ánafna alls konar félögum sem starfa til almenningsheilla öllum eignum sínum. Og svo það 3. erfð, að þá koma þarna til sögunar afar og ömmur ef það engin maki, börn og engir foreldrar og systkini. Það reynir nú mjög sjaldan á þessa erfð. Svo það skiptin sjálf, það hægt að sækja einkaskipti til sýslumanns og óska eftir beiðni einkaskiptaleyfi og þá þarf að fylla út beiðni þess efnis og svo þegar skiptunum lokið þá gerð erfðafjárskýrsla þar sem allar eignirnar taldar fram og verðmæti þeirra og greiddur erfðafjárskattur og skiptunum ekki lokið fyrir en erfðafjárskattur hefur verið greiddur. Svo eru til opinber skipti og það má alltaf krefjast opinbera skipta. Hvaða erfingi sem getur krafist þess. Og þeirri beiðni skal beint til viðkomandi héraðsdóms sem úthlutar þá skiptastjóra sem skiptir upp eignunum. En það til mikils að vinna að gera þetta sjálfur því að þetta nú yfirleitt lögmenn sem þá skiptastjórar og þetta yfirleitt unni bara eftir tímagjaldi.
Þannig að þetta eiginlega borgar sig ekki nema að séu þá bara mjög miklar eignir. En það er alltaf hægt, þó maður sé með búið í einkaskiptum, að kaupa aðstoð við skiptin. Það er ekkert að því. Þetta getur verið snúið ef það er mikið óvenjulegar eignir og finna verðmat á þeim og sérstaklega ef þetta eru hlutir í hlutafélögum eða einkahlutafélögum. Svo er það óskipt bú, að eftir lát annars hjóna þá hitt rétt á setu í óskiptu búi og þá með börnunum. Nema að annar aðilinn hafi mælt svo fyrir að skipti skuli fara fram. Ég hef búin að gera margar erfðaskrár og ég hef aldrei séð neinn óska eftir því að skipti fari strax fram. Heldur er það yfirleitt frekar á hinn veginn að reynda að tryggja réttarstöðu eftir lifandi maka með því að heimila honum setu í óskiptu búi. Og það er til mikils að vinna því það er nógu mikið áfall að missa makann þó að sé ekki rústa fjárhagnum leið. Og með því að óska eftir leyfi til setu í óskiptu búi þá breytist eignastaðan í rauninni ekki neitt. Þá heldur maður bara áfram sínu lífi og heldur þarna eignunum og þarf ekki að skipta þeim upp. Svo eru sérreglu varðandi óskipt bú og stjúpniðja ef að eftirlifandi maki hefur líka haft forsjá stjúpbarnanna sem er undir 18 ára aldri, þá á hann líka sjálfkrafa rétt á því að sitja í óskiptu búi. Ef að stjúpniðjarnir eru 18 ára og eldri, þá þarf samþykki þeirra. En svo er alltaf hægt að mæla svo fyrir í erfðaskrá að eftirlifandi maki eigi að fá að sitja í óskiptu búi svo lengi sem hann óskar þess. En það verður að koma fram í erfðaskrá. Annars geta stjúpbörnin bara neitað. Og flestir sem koma til mín í erfðaskrá er fólk með svona stjúpbörn eða stjúptengsl. Og þetta er oft erfitt staða því að húsnæði er orðið svo dýrt. En það er ekki alltaf veitt leyfi til setu í óskiptu búi og það er til dæmis þegar eftirlifandi maki er í gjaldþrotaskiptum eða þá að eignir makans hrökkva ekki fyrir skuldum, vanhirða makans fjármál sín, sem sagt bara í einföldu máli fólk sem er í fjármálaóreiðu, það fær ekki leyfi til setu í óskiptu búi. En í praxis, þegar ég til dæmis skilaði inn erfðafjárskýrslu, það hefur aldrei verið beðið gögn til að staðfesta það að eftirlifandi maki kunni fótum sínum forráð í fjármálum. Þannig að ég veit ekki hversu strangt þetta er. Svo þegar fólk gengur aftur í hjúskap, að þá fellur niður þessi réttur til setu í óskiptu búi. Þá verður að skipta búinu. Ég set oft í erfðaskrárnar þegar maki gangi í hjúskap að nýju eða taki upp sambúð sem jafna má til hjúskapar. Að þá falli erfðaskráin úr gildi og þessi réttur til setu í óskiptu búi. Og það er eiginlega bara sanngjarnt þegar kannski komin annar maður inn á heimili að það sé þá bara skipt upp. Þannig að föðurarfur hins látna, að hann komi þá ekki til skipta til einhverja ókunnura krakka, skiljiði. Ef að sambúðamakinn lifir síðan ekkjuna. Svo er það erfðaskrárnar. Allir sem er 18 ára og eldri geta gert erfðaskrá, það miðar við lögræðisaldur. Og þegar niðjar, börn eða maki er á lífi, að þá er óheimilt að ráðstafa meira en 1/3 hluta eigna sinna með erfðaskrá. Og hún þarf að vera skrifleg, undirrituð og vottuð og svo eru gerðar ákveðnar kröfur til þeirra sem votta erfðaskrár og það stendur í lögunum að þeim megi hvorki vera geðveikir né andlega sljóir. Mér hefði fundist svona smekklegri orða þetta þannig að skuli vera andlega heilir. Ekki sljóir eða geðveikir. Svo er kvaðaarfur og dánargjafir. Það má gefa úr dánarbúinu þá semst upp í þennan þriðjung sem á ráðstafa með erfðaskrá. En það er hægt að
fara til sýslumanns og fá vottun lögbókanda á erfðaskrána og þá eitt eintak af henni geymt hjá sýslumanni. En ef þið farið til lögmanns sem gerir erfðaskrána, þá geymir hann eitt eintak, bara ævin á enda af erfðaskráni. Þannig að það alltaf hægt að hafa samband við lögmanninn og svo fá aðilarnir náttúrulega sitt eintak og svo ofta einhver nákominn sem geymir eitt eintak. Og það þess vegna geymt í bankahólfi. Og það til mikils að vinna að gera erfðaskrá. Það hægt að setja ýmislegt í hann eins og til dæmis ef maður fellur frá, hver á að fá forræði barnanna manns. Það hægt að ráðstafa ýmsum munum með erfðaskrá. Og þetta ekki alltaf verðmiklir munir en þeir hafa svo mikið tilfinningalegt gildi, bara eitt úr, einn penni, hringur og upplutir jafnvel. Þannig að ég mæli bara eindregið með því að fólk geri erfðaskrá. Og svo líka eitt ákvæði sem ég sé til dæmis alltaf inn í erfðaskrár og það að eignir eða arfur sem börnin eiga eftir að erfa, að það sé þeirra séreign. Þannig að þau gifta sig og svo fá þau úthlutað arfi, svo myndu þau skilja, þá hægt að halda þessum arfi sérgreindum. Þannig að kemur ekki til skipta við skilnað. Og þá maður ekki þessi leiðilegi maki sem að krefjast kaupmála og svona, það eru bara aðrir sem tóku ákvörðun þetta og hún stendur. Og svo líka eins og með hennar þriðjunga, það líka hægt að nýta hann með tilliti til sanngirnissjónarmiða og ég fékk núna til mér síðasta vetur mann sem átti við andleg veikindastríð og hann átti 3 dætur og ein þeirra var að misnota veikindin, hún lét hann skrifa upp á lán sem náttúrulega fjall á hann og hann átti að borga þessu láni næstu 30 árin og þetta maður sem að vera 70 þannig að dánarbúið eftir að taka við ykkur af þessum skuldum og dóttirinn eignalaus og virðist bara vera alveg sama og þetta voru 5 milljónir og þá gerðum við þetta þannig að þessi skuld bara tilgreind í erfðaskráni. Þetta bara skuld hennar við pabba sinn og þá mögulega dánarbúið þegar hann fellur frá og þannig að þegar skiptin fara fram þá náttúrulega ákveðin skuldajöfnuður. Þá dregst þetta bara frá og svo settum við inn að hinar 2 dæturnar að þær myndu fá þennan þriðjung allra eigna sem honum heimilt að ráðstafa með erfðaskrá. Þannig að þegar upp staðið þá þær allar 3 nokkurn veginn eins settar. Það náttúrulega mjög mikil reiði þegar fellur svona ábyrgð á foreldri. Svo nú hægt að missa erfðaréttin eins og erfðarétt maka og það með refsiverðri háttsemi og það hefur því miður gerst nokkru sem á Íslandi að fólk hefur ráðist á makann sinn og ráðið hann á dögum og þá fellur niður erfðaréttur. Og svo fellur erfðaréttur niður við skilnað, bæði að borð og sæng og lögskilnað. Sumir fá nú strax lögskilnað, þess vegna ég með bæði skilnað, borð og sæng og lögskilnað. Og svo það ógilding hjúskapar. Dæmi ógildingu hjúskapar, þið hugsaðu örugglega með ykkur hvenær hjúskapur ógildur, þú veist, viti ekki allir að gifta sig. En það nú ekki alltaf svo því þið munið kannski eftir í kvikmyndinni Dalalíf. Þegar fólkið var að gefa sig saman, þau voru bara að fíflast á Austurvelli og svo kom formaður Ásatrúarfélagsins og gaf þau saman og þau bara héldu þetta væri grín. Þangað til þau fengu bréf frá Þjóðskrá. Og þá kröfðust þau ógildingar á hjúskapnum en þá voru liðinir ákveðnir fresti þannig að þau urðu að sækja skilnað. Svo þarf að borga erfðafjárskatt af öllum fjárverðmætum. Og það þarf líka að greiða erfðafjárskatt af fyrirframgreiddum arfi og svona dánargjöfum og slíku. Þess vegna margir sem bara að gefa úr dánarbúinu áður en þeir deyja til þess að þurfa þá ekki að borga þennan erfðafjárskatt. Já, hann 10% núna en svo frí eignamark, það 1,5 milljón. Hann var 5% mjög lengi og 1 milljón í frí eignamark
Og það má deila það hversu réttlátt það að það sé greiddur erfðafjárskattur því þetta eru allt eignir sem búið að borga skatt af. En varðandi fyrirframgreiðslu arfs þá bara borga 10%. Þá fær maður ekki hlutdeild í þessu fríeignamarki. En svo félög sem eru rekin til almenningsheilla, þau borga til dæmis ekki erfðafjárskatt. Þannig að það væri gefin upplutur á þjóðminjasafnið, þá þyrfti það væntanlega ekki að borga erfðafjárskatt. En það mjög mikil verðmæti í svona upplut. Svo eru þetta aðilar sem borga ekki erfðafjárskatt, það er þá maki og einstaklingar í staðfestri samvist og sambúðarmaki borgar ekki erfðafjárskatt ef að stöðu hans sem sambýlismanns eða sambýliskonu ótvírætt getið í erfðaskráni. Þá maður bara að segja, kannski sambýliskona mín, Sigrún Jónsdóttir, skal taka allan arf eftir minn dag, bara nafnið, kennital og taka sérstaklega fram að þessi sambýliskona manns. Svo skattstofninn, að það má draga frá allan kostnað við útför og slíkt. Það eins og erfidrykkjan. Það kostnaður við skipulagningu útfararinnar, eða keypt þjónusta við það. Svo það kistan sjálf, það legsteinn, eða áætlaður kostnaður við legsteinn. Það eru auglýsingar, dánarauglýsingar í fjölmiðlum. Og þetta oft bara kostnaður upp undir 1 milljón, þegar náttúrulega eftir því hvað fólk með íburðarmiklar erfidrykkjur. Þetta mjög mikill kostnaður. Svo eru allar opinberar skuldir, ef fólk skuldar skatta, fasteignagjöld og slíkt, þá má telja það allt fram. Rafmagnsreikningar, vísareikningar, húsnæðislán og þá miðar maður við stöðuna á dánardegi. Og bankainnistæður taldar fram líka innistæður og vaxtatekjur með við dánardag og maður getur bara fengið yfirlit frá bönkunum þetta. Svo ákvað ég að taka aðeins með skattalögin. Að eftirlifandi maki, hann getur nýtt persónuafslátt hins látna 9 mánuði eftir andlát. Og það bara heilmikil aðstoð. Og svo eftirlifandi maki líka rétt á vaxtabótum eins og hjón væri að ræða næstu 5 árin á eftir. Og þegar eignaskatturinn var álagður, þá var hann líka reiknar eins og hjón væri í 5 ár eftir andlát. Svo líka hægt að sækja skattaívilnun með framtali og óska eftir lækkun á tekjuskattsstofni vegna mannsláts. Og það bara að gera að nýta sér það, ef að fólk kannski kona ein með 2, 3 eða jafnvel 4 börn á sínu framfæri, þetta bara heilmikill pakki að vera eina fyrirvinnan með börn. Það bara skiptir ekki máli hvað eru mörg, það bara alltaf erfitt og það bara sjálfsagt að óska eftir lækkun á tekjuskattsstofni. Og fá þá einhverja endurgreiðslu frá skattinum eða lækkun á sköttum. Það allt hey í harðindum. Svo eru dánabætur vegna andláts maka. Það sótt þær hjá Tryggingastofnun ríkisins og þær eru fyrst greiddar í 6 mánuði. Og eftirlifandi maki þarf að vera yngri en 67 ára og eiga lögheimili hérlendis og þetta eru tæpar 50.000 krónur á mánuði. Ég held að þetta sé skattfrjálst. Svo hægt að sækja dánabætur í 12 mánuði til viðbótar og það ef að eftirlifandi maki með barn undir 18 ára aldri á sínu framfæri. Og þetta 37.008 krónur á mánuði. Svo fjárhagslegar og félagslegar aðstæður mæla með því. Þá þetta náttúrulega orðið svona mat. Þá þetta kannski orðið heppna á hverju maður lendir. En eftir því sem fólk tekjulægra, því líklega að það fái þessar félagslegu bætur. Svo eru dánabætur vegna bótaskylds slyss og það sótt þær til Sjúkratrygginga Íslands. Það ekki hjá TR. Og það ef að slys leiðir til andláts innan 2 ára frá því það varð og greiðast dánabætur. Þetta getur til dæmis átt við að fólk lendir í árekstri, vinnuslysum, bara hvers kyns slysum. Og þær greiðast í 8 ár og eru ótekjutengdar. Svo eru réttindi sambúðarfólks.
það hefur sem sagt sama rétt til dánarbótanna ef að sambúðin hefur varað í 1 ár. Best náttúrulega bara að skrá hana sérstaklega og ef að fólk á barn saman eða konan barnshafandi þegar sambýlismaður hennar andast. En það eru engin lög sem gilda óvígða sambúð. Margir halda sé bara sama sem gildi en mjög mikið af svona félagslegum réttindum eru farin að ná til fólks í sambúð að þessum skilyrðum uppfylltum. En svo eru hérna lög skyldutryggingu lífeyrisréttinda að þau gera kröfu að sambúðin hafi varað í samfleytt 2 ár. Já, við andlát þá eiga börn líka þau eiga rétt til barnalífeyris frá Tryggingastofnun ef þau eru undir 18 ára aldri og þau eiga líka réttindi til þess úr lífeyrissjóði. Það er þarna í 17. grein laganna. Og fólk á rétt til makalífeyris úr lífeyrissjóði. Ég kannaði nú ekki sérstaklega fjárhæðina, en hún er alltaf uppfærð og það er bara sama í rauninni í hvaða lífeyrissjóði maður er. Það er bara skylda að bjóða upp á þetta. En ég mátti nú ekki tala lengur en í hálftíma. En ég vona bara að þið hafið lært eitthvað og hugsið svona ykkar stöðu. Það er einhver hérna sem ætlar að gifta sig og veit hvað ég að gera. Og svo hvet ég bara alla sem eru með stjúptengsl eða fósturbörn að gera erfðaskrá. Já. Já. Það er bara kæra þakkir. Já, takk.